talnamengi. Hvað er það? Jú, þetta eru mengi sem við táknum oft með hringjum, það er hægt að skrifa mengi öðruvísi, sem að innihalda ákveðnar tölur. Við byrjum innst á einhverju sem heita náttúrulegar tölur, táknað með n. Þetta eru jákvæðar, heilar tölur. Þetta er 1, þetta er 100, þetta er 1001 og svo framvegis. Allar heilar jákvæðar tölur. Síðan bætist við þar fyrir utan það sem við köllum heilar tölur. Þetta eru náttúrulegar tölur. Heilar tölur tákna með setu. Þarna bætast við 0 og heilar mínustölur. Það er að segja, þetta eru allar, og þið sjáum, n er inn í setu, þannig að n er með í setu, en það er ekki allar n-tölur allar setutölunar í n. Þannig að þetta eru tölur eins og 0, mínus 3, mínus 807 og svo framvegis. Allar heilar, ekki tölur með kommu eða broti eða neitt svoleiðis. Síðan bætist við þar fyrir utan ræðartölur sem við táknum með Q. Þarna koma inn brot, sem sagt, brot tveggja heilla talna, eins og hálfur, 3, 17 og svo framvegis, en líka lotubundin tugabrot. Eins og 0,99999 sem við táknum bara svona. Síðan er það síðasti hringur sem eru rauntölur R og þar bætast í raun við tölur sem eru endalaus tugabrot og ekki hérna lotubundin. Þetta eru tölur eins og pi, rótin af 2, rótin af frum tölum er alltaf ræðartölur og það eru fleiri tölur á það. Þannig við byrjum alltaf innst. Þetta eru tölurnar sem þið lærðu bara í leikskóla. Heilar, jákvæðar tölur, ekki 0, ekki mínus, jákvæðar heilar tölur. Síðan þegar við færum okkur yfir í setu þá bætast við 0 og mínustölurnar, áfram bara heilar tölur, svo bætast við heilu brotin, það er að segja brot sem er hægt að skrifa sem brot tveggja heilla talna og lotubundu brotin og svo er þetta eiginlega bara rest sem raðast þá hér. Þannig að maður þarf að passa sig. Ef að ég fæ dæmi, hvar myndu þið setja þetta? Já, þá þarf ég að byrja að finna út úr því hvað er þetta? Er 169 frumtala? Ef ekki, þá þarf ég að reikna út úr þessu og svarið við þessu er 13. Þannig að þá á það heima hér nema af því að þetta er rót að þá verði ég í raun að gera plus mínus og þá getur það verið hvort heldur sem er og þá myndi ég setja það hér. Þetta er alltaf pínu spurning hvar passa tölurnar og ég þarf að passa mig. Ef það er eitthvað sem er hægt að gera þá þarf ég að framkvæma það. Sama. 12/3. Fer það sjálfkrafa hingað því þetta er brot? Nei, svarið við þessu er 4. Þá passar það hér. Ég þarf að reikna út úr hlutunum áður en í raðið minn, en leið og ég er með róta frumtölu, þá er það nokkuð augljóst, þá á það heima hér.